6208 og þá erum við líka að þurfum aðeins að rekna út áður en við getum gert það sko. Það stendur hérna, svona eyðir annað sólarhringnum venjulega. Og svo hérna smá tafla, svefnskóli, heimanám, sjónvarp, annað. Þetta eru samtals 24 tímar. Og svo í A, þá hefur við að finna dreifinguna í prósentum með einum aukastaf. Alltaf að muna að lesa allt og muna eftir því að leysa dæmi rétt. Og svo í B, þá hefur við að búa til skífrið. Þannig að við byrjum í A. Finndu dreifinguna í prósentum með einum aukastaf. Og hvernig finnum við það? Heyrðu, þá getum við bara nota aftur hennan þríhyrningina. Eins og ég var að gera í dæmi 6207, rétt á hann. Ok, við erum með hluti, heild og prósenta. Við erum með sinnum og svo erum við með deilingu hérna. Þannig að í þetta skipti erum við ekki að nota þetta hérna. Og ef við þurfum að taka hérna svefn, skóli, heimanám, sjónvarp og annað. Og það eru 9 tímar, 6, 2, 3 og 4, samanlagt 24 tímar. Þannig þetta er heildin. Þetta er heild og þetta eru hlutatölur. Ok, þannig að nú ætla ég að breyta þessu prósentur. Og þá gerir ég svona, hluti deilt í heild. Og þetta er hlutin. Þá get ég skrifa hluti hérna og þetta er heildin. Hérna. Þannig að þá gerir ég 9 deilt í 24, 6 deilt í 24, 2 deilt í 24, 3 deilt í 24 og 4 deilt í 24. Og út úr því myndum við sjá hvað við fáum ef við sláum því inn tölvuna. Það eru 37,5. Já, sko 37,5%. Það kemur sem sagt, ef þú gerir 9 deilt í 24 þá færðu 0,375. Og svo færðu 0,25. Og það breytist þá í 25%. Svo færðu 0,083 sem er jafnt á 8,3%. Og færð 0,125 sem er 12,5%. Og svo færðu 0,167 sem verða 16,7%. Já, það hefði verið betra, hefði verið meira pláss hérna, það hefði bara haldið áfram að rekna hérna, en heyrðu, ég verð að færa þetta hingað. 25, nei, menna, jú, 25, 8,3, 12,5 og 16,7. Þetta er allt prósent. Og svo eins og áðan, til þess að finna hvað hver geiri á að vera stór, að þá geirinn, það var pitsusneiðin í skífuritinu. Þá þurfum við að gera sinnum hvað? Það var ein tala, það er 3,6 gráður. Þannig að við gerum það við allt. Og fáum út 135, 90, 30, 45 og 60. Og ég legg þetta saman, þá ætti ég að fá 360. Ég er búin að því, ég fekk það. Og þá get ég gert skífuritið. Og ég gerir hring, finn miðpunkt, gerir strik út frá því og byrja að setja inn í 135. Það er hérna. Þannig að þá er þetta 135 gráður.
allavega þetta er svefn og út frá þessu ger bara hérna svo það er B, það er 90 hérna skóli og 30%, 10-30, það er nám, heimanám sem sagt, 45, það er hérna, það var sjónvarp og 60%, það passar, það er annað. Þannig að svona lítur dagurinn hennar út. Hún sefur mest, fyrir mest í svefn. Það fara 37,5% í svefn. Það fara 25% í skóla, sem er annað mesta. Þriðja mesta, það er eitthvað annað. Það voru 16,7% sem fara í það hjá henni. Sjónvarpsgláp, það er 12,5% af deginu sem fara í það. Og námið, það eru 8,3% sem fara í námið. Þetta ætti náttúrulega að vera sko svissa þetta sko, veistu hvað það ekki? Að hún ætti bara eða 8,3% í annað og svo ætti hún að vera sko eiginlega lærandi heima mikið sko eins og að vera í skólanum. Veistu hvað það ekki?